ert að hlusta á Sportþáttinn mánudagskvöld með gesti frá Hæli. Sportþátturinn með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi klukkan 9 og það er 20. apríl fyrir þá sem að hlusta hérna á eftir á þetta viðtal. Og eins og ég lofaði ykkur hlustandi þá erum við núna komin yfir í borðtennis en það var verið að grína áðan Íslandsmeistari í liðakeppni og það er búið að vera hörðbarátt á milli KR og Víkings að venju. Víkingar hafa nú unnið síðustu 3 ár og ég ætla nú bara að leyfa formanni borðtennissambandsins að kynna hérna í beinni. Hver eru þið Íslandsmeistarar í kvöld? Blessaður, það eru þau Víkingar að. Já. Eins og enn, en það er nú alltaf þannig að þegar þessi lið keppa, KR og Víkingur að, þá er mikið stemning og hörð keppni. Já, þannig að það er svona, þetta er náttúrulega alvöru, það er ekki svona eins og maður kallar að derbyslægir bara þarna í borðtennis á Íslandi? Jú. Já, þannig að, en hérna það þarf að það ekki að vinna 2 leiki til þess að verða Íslandsmeistari eða sem þetta var annað einvíð eða ekki? Jú, þetta var annað skipt sem við hittust og Víkingar unnu á föstudaginn 4-2 en í kvöld fór úrslitin 4-1 fyrir Víking. Já, þannig að Víking... En þeir eru líka deildarmeistarar, Víkingar. Þannig að það er svona, súrt fyrir káringa kannski að reyna elta þá? Ég veit ekki, jú, núna, þessa stundina. Nákvæmlega. En hvernig er svona, eftir þessa liðakeppni, það er náttúrulega fullt framundan, eða ekki framundan en þá í mótum eftir? Eða svona, þetta er næst megnis að klárast? Við eigum eftir að klára kvennadeildina og aðra deildina. Þá er nú einan nokkur tímabilið búin nema að það er keppni í öðrum flokki austur á Hvolsvelli. Já. Íþróttafélagið Dímon er með móta á sumardaginn 1. Og það má segja að sé eiginlega endapunkturinn. Já. En hins vegar eru við að fara með lið eða leikmenn þetta á heimsmeistarmótið núna næsta föstudag í Kína. Og við fórum með 2 leikmenn kalla og 2 konur. Já, og hvað keppendur eru það? Það er hann Daði Freyr Guðmundsson og Daví Jónsson. Daví kemur frá KR en Daði frá Víking. Og svo koma 2 stúlkur úr KR, Íslandsmeistaran Guðrún G. Björnsdóttir og Aldís Lárusdóttir, sem er nýgreind Grand Prix meistari ársins. En síðan fer góður hópur til Grænlands núna í miðjan maí. Þar sendum við 2 kallalið og 1 kvennalið í keppni, svo kallar Arctic mótið sem við störtuðum hérna fyrir 2 árum. Þar sem grænlendingar, færeyingar og við keppum. Og það er hörkumót. Mjög gaman að eiga að fást við þá. Já. Geta grænlendingar eitthvað í borðtennis? Já, það vill svo til að þeir unnu liðakeppni karla síðast í Færeyjum í fyrra. Já. Kom okkur verulega óvart. Því að þegar þeir mættu hinga til leiks til Íslands þegar mótið var í fyrst haldið fyrir 2 árum, þá fannst okkur ekki mikið til þeirra að koma en þeir uksu við hvert dag sem við spiluðum hérna. Já. Og þannig að en þeir eru að spila í Danmörku líka þessi strákar, þannig að þetta er nú ekki alveg. Nei, Danin er nú ansi öflugur í borðtennis. Já, þeir eru öflugir. En ég verð nú að spyrja þig áður við höldum áfram, það er hérna þar síðustu helgi var haldið Íslandsmóti íþróttin fatlara og þar er eitt kappi Jóhann Rúnar Kristjánsson sem er víst alveg rosalegur á hjólastóli í borðtennis. Hefurðu séð til hans? Já, hann var fyrir nokkrum árum var hann Íslandsmeistari í fyrsta flokki karla í ófatlaðara. Veistu, hann hefur oft mætt á mót, sko. Hann er ekki bara að keppa á föllum, hann keppir líka og hann hefur staðið sér alltaf vel. Hann er með hörkusnúninga og þeir eiga erfitt með hann. Já, þannig að hann er með svona sérstakar snúning sem margir eru í vandræði með. Já, hann er með það. Það sem takka líka á baki, takka líka. Já. Takkarnir geta verið erfiðir. Já. En hvernig er svona eins og tímabilið búið að vera núna? Þið eru búin að vera fulllega borðtennisambandinu sem maður skoðar eins og mótaskránauku, þá er búið að vera alveg stanslaust eiginlega næstu upp á hverja einustu helgi frá því september. Er aldrei kvilts í borðtennis? Ef þú ert afreiksmaður í því? Nei, eiginlega ekki, sko. Þetta sumum finnst of mikið, en
þú þarftu þetta, stunda þetta og hefur alltaf nákvæm árangri, sko. En þetta eru samt ekki alltaf sömu mótir, sko. Við erum með aldursflokka mót, unglinga og svo erum við með svo kvöldur styrkleika mót, það sem fyrsti flokkur, meistaraflokkur og annar flokkur, það er keppt í aldursflokkum og þú hefur svona val hvort þú keppir í því að þú svona yngri spilaða. Og svo er þetta svona sérmót inn á milli eins og Reykjavíkurleikarnir og Kjartansmótið, skemmtilegt mót sem káringar halda. Jú, það er bara gaman að hafa nóg að vera. En þið hljótið að vera búin að fagna því svolítið, já, hvað er mikil uppgangur núna í borðtennis hérna á Kolsvelli, hérna á Suðurlandinu? Jú, ég er vissulega fagnaði því á sínum tíma þegar þeir komu með þetta íþróttahús og völdu íþróttina sem eina af íþróttum sínum. Því að oft hefur við svona, þegar hefur komið nýtt íþróttahús þá hefur við stundum gleymst, sko. Já, okkur. Af því að fólk lítur stundum á þetta sem meira tómstund. Já, og ég er nú búin að komast að því að ég vitandi það er svona smá borðtennis hérna í ættinni hjá mér að þetta er nú aðeins meira en tómstund þegar maður er komin í þessa íþrótt. Já, það er ekki spurning. Enda þessi íþrótt er fjölmennasta einstaklingsíþróttið í heimi. En það er þetta Kínverjarnir hafa mikil áhrif þar. Já. Og Við erum margir. Er skylda fyrir hvert Kínverja að stunda borðtennis eða hvernig er þetta? Já, sko, það er góð spurning, sko. Ég held að, sko, það er svo margir sem halda það að ping-pong sé kínverska. En það er það nú ekki. Þessi íþrótt var fundin upp hérna af englendingi aldamótin 1900 og hljóðið ping-pong er hljóðið sem sko lendir í spaðanum og svo í borðinu. Já, alveg. Og hérna, ég held að Mao hafi valið þessa íþrótt og talið hann að henta vel Kínverjum og það hefur sennilega reynst samt. En það er, gaman að fylgjast líka með, einstaklingar sem stunda borðtennis og líka bara þeir sem stunda sem hobby hérna á Íslandi að það er mismunandi stillin í fólki og alltaf svona, þú getur kannski unnið einn sem er rosalega góður að æfa borðtennis, svo mætir einhverjum öðrum sem bara, kann bara betur einhvern veginn á því, bara með þessar forgjafir og hvað sem þetta heitir. Jú, það er nú svolítið til í því að menn hafa að taka á sumum og ekki öðrum, en það er samt ástundunum sem gildir, sko. En menn hafa ýmis brögð, sko. Það er til dæmis eins og ég nefndi á hann með Jóhann Kristjánsson með takkana. Þeir eru svolítið snúnir að eiga við og það er líka til gúmi sem heitir Super Anti sem er ekkert gripi. Þannig að þegar kemur snúningur á það gúmi þá deyr snúningurinn og hann sendir boltan tilbaka snúningslausan. Og það er svona ýmst trikk til, en það eru fæstir spilari hérna á Íslandi sem eru í því hérna. En þetta þekkist mikið erlendis. Við ræddum við Íslandsmeistarinn daginn, hann Magnús Magnússon og hann vildi meina það að borðtennis sé nú þannig að þetta er mjög hugsandi, sko, íþrótt eða þú þarft að vera ansið þolinmóður í keppnum og agaður. Já. Þetta getur reynt á þolrifinn þegar þú ert í góðu formi. En anstrengunum er snúningar sem þú ræður ekkert við og það er sama hvað þú ert að reyna að taka á því. Ef þú getur ekki lesið snúningin þá ertu í vondumál. Þannig að þetta getur örugglega reynt á taugarnar. Já, nákvæmlega. Sigurður Valur, svona eitthvað í lokin sem að við erum að gleyma að fara yfir? Ég veit ekki hvort að við séum að gleyma einu. Ég bara hvetja alla til þess að stunda borðtennis. Þetta er góð líkamsrækt fyrir alla. Og það er eitt sem er vanmetið hjá okkur, það er tvíliðaleikurinn. Ég er á því að við þurfum að vekja athygli á honum. Eins og þú veist að það er margir sem stunda tvíliðaleik í badminton. En það er ofta ástæðan svo að þú þarft að, jafnvel kannski, ef þú ert með einn snöggan með þér, að þá hreypur hann fyrir þig. En í borðtennisum er þannig að það verður að skiptast á höggum. Já. Þannig að þú kemst ekki upp með það að treysta á hinn sem sneggri. Þú verður að sjá hann. Þannig að það er góð hreyfing þar.
og ég myndi hvetja sem flesta að pröfa. Og svo þið líka konum við nýtt þarna, já, það nú tildalega nýtt það ekki þarna að það sé svona, já, maður og kall í tvílaleik saman. Maður og kall? Já, kall og kona í Tvendaleikur? Já, tvendaleikur heitir þetta, afsakið, ég bara gleymi alltaf hvað þetta hét. Nei, það er ekki nýtt, það er gamalt. Já, það er gamalt, já. Það er mjög gamalt. Ég hélt að þetta væri bara eitthvað nýtt. Nei, ég held að það sé mér svo undanhaldi eða eitthvað. Já, svona er vitið mikið. Já, þetta er hérna, en hins vegar reglurnar hafa breyst mjög mikið og það er mjög athyglisvert að ég er nú starfað við það að selja borðtennissport til dæmis og þegar fólk kaupir borð hjá mér þá svona fer ég yfir reglurnar og flestir skal segja eru með einhverja heimareglur. Að sjálfsögðu. Ótrúlega sterkt að vitleysan en að vísu hafa reglurnar breyst heil mikið síðan 10 ár og nú er spilað upp í 11 og það er 2 uppgjafir. Í gamla daga var það að spila upp í 21 og 5 uppgjafir og skipst á þá. Núna eru 2 en það er ótrúlega margir sem halda að þurfa að gefa horn í uppgjaf sko. Já, það þarf þess ekki? Nei, það er eingöngu í tvíleðleik. Sem gerir frá hægri til vinstri þá, en annars ekki. Og brúnirnar hluta af vellinum og þá í uppgjum á alveg fara boltin út á hlið, sko. Og það hefur gaman að eiga rökræðu við einhvern vinsinn núna þegar maður skorar hann í borðtennis. Já, og ein regla sem var í gamla daga. Ef leikurinn kom í 7-0, þá var hætt leik. Þetta er svona gömul heimaregla. Það hefur aldrei verið, sko. Nú vinnur þau bara 11-0, ekkert orðin það. Ekki orðin það meir. Og það er að vinna eða ekki með 2 stigum líka, þú ert komin upp í 11. Jú, ef það komið 10-10 þá skiptist á að gefa upp. Þannig til að tvekist markinu náð. Þá er þetta alveg ljóst. Ég ætla að fá borðtennisborð hérna í láni hjá þér þegar næsta veisla verður. Það hljómar vel. Nú erum við búin að fara yfir reglurnar. Já. Sigurður Valur Sverrisson, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og mér hlakka mikið til að heyra meira frá þér núna þegar nálgast sumrið. Já, endilega. Bestu þakkir. Og smáþjóðleikarnir framundan. Já, smáþjóðleikarna má alls ekki gleyma. Þetta er eitt stærsta verkefni. Verður ekki titill þar í borðtennis? Það er spurning. Það verður erfitt í ári. Við erum ekki með Guðmund Steffensen með okkur. Við hefðum viljað fá hann til liðsið okkur. Er ekki ykkur sem að hefur ykkur tök á honum að rífa spaðan bara fyrir eitt svona mót heimavelli? Það er góð spurning, Ef þú þekkir hann, þá væri ég til í að tala með hann. Já, bestu þakkir, Sigurður, og hafa það gott. Já, bye. Já, var ekki langt hlustu góður. Við erum að fara, fyrir nánari upplýsingar borðtennis, þá er til heimasíða sem heitir borðtennis.is og það er mitt helstu fréttir og mót framundan í borðtennis heiminum hérna á Íslandi. Næsta dagskrá ætlum við að fara í júdó, framundan í Íslandsmótin í júdó og svo er náttúrulega líka Norðurlandamót framundan í maí og fleira til. Bjarni Friðriksson verður hérna á línunni eftir smá stund, farið ekki langt. Þú ert að hlusta á sportþáttinn Mánudagskvöld með gesti frá Hæli.